Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er komið að fréttum frá Gaza. Magga Stína er hingað mætt. Velkomin. Hæ. Þú kemur alltaf með góða fréttir. Já, það eru eiginlega bara engar góðar fréttir. Nei. Við erum einhvern veginn svona, einhvern veginn, fólk hefur nú haft á orði að sko við séum farin að upplefa svona dystopískan veruleika. Já. Og það má bara með sanni segja. Það er sko, þú veist, þetta er bara, fréttum í dag er að bara frá því eða á undanförnum sólarhring, það er svona tímamismun, hafa 40 verið drepnir á sem er bara venjulegt. Já, það eru svona einhvers að meðaltalið verið þetta 128 manns á dag. Undanfarna 10 mánuði. Og það heldur áfram? Já. Og engin sérstaklega líkur að það stoppi, nema það eru náttúrulega vopnahlésviðræður í Katar, hvað snúast þær? Já, þetta er svona mjög svona blasir örlítið sérkennilega við því að það er svokallaðar vopnahlésviðræður sem eiga að fara fram í dag í Doha í Katar fyrir ekki. Og þessi sendinefndir Bandaríkjanna og Ísrael eru mættar en þar sem að það er ekki búið að leggja niður neitt umræðuefni. Heldur bara eru sendinefndirnar mættar og Bandaríkin hafa verið að agitera fyrir því að Hamas sendi sína sendinefnd. En Hamas náttúrulega svona í ljósi kannski þessa síðast þegar þessa viðræður átti sér stað þá myrtu þeir samningamenn að þá segjast þeir ekki kannski á meðan ekki liggur fyrir neitt svona eindreginn vilji í Ísrael fyrir vopnahlé, en Ísrael hefur sérst engan áhuga, það hefur náttúrulega margoft komið fram, engan áhuga vopnahlé. Og að þá ætla þeir að bíða með sendinefndina. Bandaríkjamenn hafa engan á að opna hléi heldur. Nei, þeir voru bara á því að það séu svona lítið út fyrir þessu viðræður í gangi. Þeir hafa verið að senda peninga til þess að fjármagna, senda vopn. Þeir voru bara að bæta við núna $20 billion. Já. Og þannig að þetta svona, við erum kannski, og það kannski svona segir okkur mest það kannski hvers konar veruleika við lifum í, þannig að það eru sendinefndir Bandaríkjanna og Ísrael í Katar sem að vilja sýna sig þar og Hamas vill bíða eftir því að verði eitthvað umræðuefni eða eitthvað konar svona eitthvað efnislegt að takast á við í þeim viðræðum áður en þeir mæta og en þetta gerist líka á sama tíma og þú veist það eru mjög landtöku fólk með varnarmálaráðherrann Ben Gvir í broti fylkingar, þú veist það er verið að storma inn á Vesturbakkann og ræna landi og varnarmálaráðherrann fór með þúsundir Ísraela að Al-Aqsa moskunni sem er svona kannski einn svona mesta ögrun sem þú getur framið þetta er svona þetta er þriðji svona heilagasti staður múslima Al-Aqsa moskan og bara eftir Mekka og Medína og og þar leiddan bænir sem kallað var en aðalega var hann að tala að það ætti ekkert að fara í þessar friðarviðræður og ætti bara að eyða Hamas. Það sagði hann við Al-Aqsa moskuna. Já, og það er með palestínsku. Já, þeir náttúrulega vinni því dag frá degi alltaf Og þetta er líka svona sami maður og sagði að því það hefur nú verið umræðinni, það var svona sérstaklega kannski lítið fjallað það í íslenskum fjölmiðlum og vakti nú athygli held ég að þetta myndband sem fór á flakk út allan heim þar sem að sýnt var frá pyntingum Ísrael í herfangelsi, svona leynilegu herfangelsi. Ég held einhver svona eyðimörk sem heitir Neta eitthvað svoleiðis
þar sem ólýsanlegt ofbeldi, sko, kynferðisofbeldi var framið. Það einhvern veginn á svona einhverjum svona level að það kannski, ég treysti mér ekki til þess að fara út í lýsingarnar á því, sko. En það sem sagt það meira segja svona opnaði athygli hjá ísraelskum mannréttindalögfræðingum sem að létu handtaka þessa hermenn sem að beittu þessu viðbjóðslega ofbeldi og það fór nú ekki betur en svo að almenningur reis upp, sko, til þeim til varnar þessum þeim sem hefðu beitt ofbeldinu. Og með bara stjórnmálamenn í fararbroddi líka stormuðu þeir, sko, bara í Hæstarétt Ísrael, held ég, og kröfðust þess að réttur þeirra, þeir hefðu skýlausan rétt til þess að pynta fanga, palestínska fanga og nauðga þeim ef þeim sýndist svo. En svo oft sagt aðgerðir stjórnvalda í Ísrael að þau hafi ekki bara rétt til þeirra heldur berið þeim skylda til þess. Já, í raun og veru. Það berið skylda til þess að niðurlægja, myrða, nauðga og af mennska palestínumenn eins og listir. Já, hann segir orðrétt, sko, þessi Ben-Gvir, varnarmálaráðherrann, hann segir, sko, að nauðganir séu algjörlega réttlætanlegar, sko, ef þeir eru gerðar í þágu þjóðaröryggis. Og þú veist, og ég hugsa, sko, já, svo getum maður greint þetta og en þetta sérst veruleikin sem að við fylgjumst með, sko. Það er búið að skilgreina þig, palestínumaður, það öryggi ríkisins stafar hætta þér og allt sem að ég geri gegn þér til þess að brjóta niður viljaðinn eða mátt eða getu til nokkura verka, að það í nafni föðurlandsins og heilu viðja. Þá hægt svona kannski, eða svona, kannski nærtækast að beina ljósinu þá að viðbröðum okkar hinna sem að á þetta með þessu fylgjumst, sko. Og Bandaríkjamenn gera engin viðbröð, þeir hafa svo sem hegða sem sama hætti, hvert fólki sem í Guantanamo og miklu víðar og það voru birtar myndir innan úr pyntingum í fangelsum í Írak sem að bæði herinn rak og svo einhverju svona fyrirtæki sem að herinn með í sinni þjónustu og oft í eigu ráðamanna. Já, og einmitt þegar Bandaríkjamenn þeir tjáðu sig nú eiginlega ekkert þessar pyntingar, sko, nema að því leyti að þegar þetta Þeir eru ekki á móti pyntingum, Bandaríkjamenn, sko. Þeir eru ekki aðilar að alþjóðlegum samningu sem banna pyntingar. Þeir telja sig hafa rétt á því að pynta það sem þeir vilja. En þeir tala, sko, þú veist, það vilja ekki að þú pyntir, sko, en þeir vilja hafa pynta og þeir vilja líka leyfa Ísraelsmönnum að pynta. Já, akkurat, sko. Og þannig að þetta svona, við erum farin að svona, upplifa mjög Herðu Bandaríkjamenn 20 biljónir eins og þeir kallaða, það eru miljardar. Þetta eru svona það sem að kostar að reka íslenska ríkið í 2 ár sem að þeir eru að senda í vopn til þess að sprengja það sem að þú líktir við Garðabæ hérna daginn. Já, akkurat, 20 milljarðar til þess að sprengja sko svæði sem á flatamáli á stærð við Garðabæ. Og sérstaklega með öllum þeim þjáningum og það náttúrulega bara einmitt og þetta eru auðvitað bara sko fréttir dag eftir dag að En ef maður færi kannski svona 2 mánuði aftur bara ekki tíman, að þá var svona sumt sem að benti til þess að þetta ástand á Gaza myndi hafa áhrif á forsetakjörið, þau myndi veikja Biden þannig að hann yrði að grípa til einhverja aðgerða til ef hann ætlaði ekki að tapa kosningunum. Já. Síðan hætti Biden við framboð sitt og Kamala Harris tók við og hún hefur ekkert adressað þetta mál að neinu viti. Nei. Og eiginlega engin mál. Það sem að virðist vera sko stefnan svo að þetta sé svona fersku frambjóðandi sem að gæti unnið Trump með því að vera ekki Trump eins og Biden svo sem gerði líka en svona að þau þarf ekki að mæta neinu svona málefnum í sjálfum sér. Heldur sé þetta bara sé svona eins og komin stemming í Bandaríkjunum að þetta kjósum ekki þennan skrýtna þarna Trump, kjósum frekar Kamala sem er svona eðlilegri
en svona þannig að pólitísk umræða í kringum demokratana virðist hafa guð upp bara. Og það ekki að sjá að andúð stórs hóps í Bandaríkjunum, ég myndi ekki segja meirihluta almennings, ég myndi ekki segja það, en svona yngra fólks í háskólunum og fleira, að maður verður minna var við það að allavega áhuga meginstraumsmiðlana á að þau mótmæli hafi einhver áhrif á komandi forsetakosningar. Ég hugsa að muni nú hafa sko mjög afgerandi áhrif. Já, eða sem sagt, ég held að einmitt það er rétt sem hún segir, að Kamala Harris hefur verið svona kölluð það sem að empty suits, ég veit ekki hvað það tóm jakkaföt. Hún hefur ekki haft neitt fram að færa. Ég held hún ætli ekki að gera það, ég held að það sé bara möguleikin á sigri er að það takist að koma bara einhver svona straumum svona hugmyndina að nú sé komið nýr kafli eða nýr tími, það þarf ekki að vera neitt sérstakt sko. Já, nei, ég held að hún sko er náttúrulega eindreginn stuðningsmaður Ísrael. Eins og allir stjórnmálamenn kannski, það getur kannski tingt út 3-4 út úr fulltrúadeildinni, annars er þetta bara meira og minna fólk sem hefur bara svarið Ísrael hollustu sína. Já, en jafnvel þótt hún væri, þótt hún tæki einhvers konar uppeyju, að þá er það þetta bandaríska þingið sem að, hún sko per se tæki uppeyju. Að þá bandaríska þingið eru það sem ræður og það eru, sem sagt, ég menna, þetta er allt. Kosningasjóður hennar myndu þurrkast upp. Já. Og hún myndi ekki ná kjöri og ef hún hefði kjöri þá er eiginlega bara skotin. Já, og ég menna, ég held að, þú veist, hennar hugur stendur ekkert til þess að taka þessu uppeyju, ég meina það er ekkert, þú veist, hún er bara verkfæri, þú veist, þessu IPAC. Það sem ég er það, ég er bara ekki tekið nógu vel eftir, en er það samt ekki þannig, það er eiginlega minni umræða mótmælin, það náttúrulega er sumar, getur líka haft áhrif. Það mér finnst eins og að þetta hefur verið veikublettur á Biden, en Kamala ætli að láta vera þannig að þetta sé ekki veikublettur. En hún þurfi ekki að akta gegn þessum kröfum. Já, hún samt leikur það ekki mjög vel að því hún sussar svona mótmælendur þegar þeir eru fyrir henni. Hún telur að þessi geta taka niður sem að Biden hefði ekki þorað að gera það. Nei. Hann taldi hann yrði að taka til þess. Hún telur sig geta svifið yfir þetta. Já, og þetta er svona, en ég held kannski, bara því mín trú er svo að jafnvel þótt að auðvitað er það aðal valdsins að trúa því í lengstu lög að það geti þreytt almenning og þegar almenningur búin að mótmæla kannski 9-10 mánuði þá var hann þreyttur og gefst upp. Þar held ég að miskilningurinn sé hjá valdinu ég held að sem sagt, ef að hún tekur ekki afstöðu pólitískt með einhverjum gjörðum að þá muni mjög stór hluti bandarískra kjósenda ekki kjósa. Og það er þetta það sem kallað er þetta er mjög svona stór hópur fólk sem hefur lýst því yfir það muni ekki ætla að velja ætla ekki að láta bjóða sér upp á þetta val sem sagt Kamala Harris eða Donald Trump. Og þannig að þeim er náttúrulega vanda höndum en það bara kemur í ljós. En ég er samt að spyrja hvort það geti verið að sé minna núna heldur að var þegar valið var á milli Biden og Trump. Þá voru það svona ákveðin issue sem að gátu ráðið því hvort ég mætti á kjörstaði ekki. Þegar Kamala mætir að þá er verið að reyna að setja þetta í að þetta er önnur kynslóð, þarna er kona, þarna er fulltrúi svartra og brúnna og þannig að kosningarnar snúast raunverulega það, svona eins og kaflaskipti í Bandaríkjunum sem snúast ekki breytta stefnu, heldur bara breytta ásýnd. Og þá gæti einhver sem hefði kannski ef valkosturinn væri bara Biden og Trump bara sleppti að mæta á kjörstað til þess að sýna demókrötum að þeir geti ekki sótt atkvæðið mitt bara með hvaða rugli sem er. Eins og margt að koma upp á yfirborði að sem sagt í þessu að þá var talað að fyrst eftir að hún sem sagt var ljóst að hún færi fram en ekki Biden að þá sem sagt voru svona kosningasjóðir það voru
og þá var að tala að þú veist að almenningur hefði kippt við sér sko, þú veist, og alveg mókað þess að peningum sínum. Ég heyrði þetta að það var RÚV og svona eins og það væri eitthvað svona raunverulegt pólitísk umræða að það hefði komið eitthvað með peningur inn í einhverja kosningasjóðu einn daginn. Já, en svo náttúrulega komið í ljós að þetta var alltaf búið að og eins og þetta væri sko sönnun að þetta væri rétt ákvörðun demokrata, að þetta væri sko leið til framfara af því að sko ríka fólki hefði dælt í þetta peningum. Hvernig hefur verið að bjóða mann upp á svona... Já, en þetta við hefur komið á daginn, sko, fólk fór að rannsaka málið og það hefur komið á daginn að þetta það er engin breyting á því, sko, hverju það eru sem að styðja demokrata, sko. Þú veist, það er bara, það er ekki almenningur. Nei. Þannig að og þeir, henni ríku í Bandaríkjunum, þeir standa allir meira og minna með aðgerðum Ísraelsstjórnar, standa meira og minna með þjóðarmorði. Þingi þar og forsetinn styður það líka og skattfé almennings sendt hana út til þess að myrða Palestínumenn og hreykja það á landi. Og við styðjum, og okkar utanríkisstefna náttúrulega meira og minna útvistuð til Washington. Já, og þetta sko, og ég meni raun og veru, sko, samt sko umræðan orðin miklu háværari það hverju eru samsykir, sko, þessu þjóðarmorði. Að því raun og veru þetta, þú veist, þetta farið að blasa við, sko, sem stríð Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. Að því nú þeir, sko, nú ágrunnin á alla bóa, það sko, þú veist, með Hezbollah, Íran, það verið að æsa upp til eins allsherjar stríðs og það er náttúrulega bara á vegum þessar stóra ríkis, Bandaríkjanna. Já. Herðu, Kristína, þú verður með þátt Palestínu, fréttir á Palestínu? Já. Það í framhaldinu, hvað verður í bóði þar? Það er alltaf Hjálmtýr Heiðdal sem er formaður félagsins Ísland-Palestína og Katrín Harðardóttir, þýðandi. Þau ætla að koma og spjalla við okkur Söru Stef Hildar og það er svona bara svona spjalla og það er nú síst hægt að segja þessi á léttunótunum en ég meina við bara svona ræðum fram og aftur ástandið og kannski líka svona svolítið tengsl sko, þú veist hvernig Íslendingar að Hjálmtýr hefur sko spáð svolítið mikið í það, hann skrifaði bók og þar sem að hann fer svolítið ofan í aðkomu íslensku ríkisstjórnarinnar að bara í gegnum tíðina sko. Já, Thors í Sameinuðu þjóðanna sem sendi þeirra. En ég sagði upp að þú verður að koma bara með slæma fréttir og þú og Hjálmtýr og fleiri ferðist bæinn með klútana tákngervingar þessa ástands og þú veist að segja áðan að stjórnvöld væri svona bíða af sér, getur beðið af sér svona mótmæli og það er bara stjórnvöld viljast geta beðið af sér sko undirskriftasafnanir, þeir safnaðir 86.000 undirskriftum til styrktar til stuðnings heilbrigðiskerfinu og bara ignoruðu það og þau eru alltaf að vera betri og betri í því að sinna ekki mótmælum eða þeim alveg sama þótt að ríkisstjórnin njóta einskis traust í skoðanakönnunum eða flokkarnir að hrynni að það bara kemur þeim ekki við. Þannig að þol stjórnvalda við að fara gegn vilja almennings og eins og í málefni Palestínu þar sem hefur komið fram í könnunum að mikill meiri hluti almennings vill að íslensk stjórnvöld styðji með eindregnum hætti frelsisbaráttu Palestínumanna. Þá stjórnvöldin hér eru bara rosalega brimmari fyrir það í lýðræðisríki að stjórna ekki í takt við vilja lýðsins og þurfa bara ekkert að taka til þess og þetta er bara, mótmæli eru bara eitthvað leiðindi og það er bara eitthvað óánægt fólk og þetta er óánægju fylgi ef við tapar fylginu, þetta er óánægju fylgi þeir kalla á eftir fólkinu sem að hleypur frá þeim, þeir kalla þetta er óánægju fylgi, það er bara gott að vera laust við þetta og eitthvað svona. En það sem ég ætlaði að spyrja, því ég sagði að þú kemur bara með slæmar fréttir og það væri svona, eitthvað að þessu er svona þol okkar til þess að standa með do the right thing eins og það er sagt. Verður þú varfið að það sem þú kemur að sérðu í augun á fólkinu að kemur Maggastína með þetta Palestínu þá var þú að fara að tala það eitthvað? Já, nei, sko það er hægt að svara þessu bæði já og nei kannski. Þú veist að við bara eftir ákvaða tímum sko sólarhrings þú fer í heitapottin sko.
En ég held að Íslendingar almennt náttúrulega séu sko skýrir í afstöðu sinni og kannski fólk út allan heim, bæði hér og annar staðar, sko verður skýrara í sinni afstöðu. Og ég finn að svona almennt, sko, þú veist, að því það er eitthvað svona þanþol sem fólk hefur gagnvart ofbeldi, greinilega, þú veist, og þótt, kannski ég hafði ekki jafn mikið þanþol gagnvart ofbeldi og margir, þá finnst mér eins og svona almennt sé fólki sé bara fullkomlega ofboðið, sko. Þannig að ég myndi, sko, eða er allavega mín von að það verði, sko, að núna, sko, kemur haustið og allt þetta og það er allavega mín von að almenningur auðvitað síni, sko, sinn vilja í verki og það er til dæmis ganga á laugardaginn, mótmælaganga til stuðnings Palestínu. Frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll. Já, og það er sko skýlaus krafa á stjórnmálaslitum við Ísrael til íslenskra stjórnvalda, algjörlega skýlaus krafa og þetta eiginlega bara gengur ekki lengur, sko, og ef við ætlum að kalla okkur, sko, friðsama þjóð, þú veist, það er þetta sama stjórnmálafólk og er að án þess að spyrja kónga eða prest, sko, dæla peningum til vopnakaupa til þess að drepa unga drengi, rússneska drengi eða skjóta bara inn í Rússland eða bara hvað sem það er, sko, skjóta eitthvað inn í Rússland. Já, að þá held ég, sko, þú veist, ég held að Íslendingar, sko, hafa svona tilneigingu til þess að það er einhver svona vendipunktur, þú veist, hafa einhvern svona snúningspunkt og mér þá tilfinningu að hann sé að nálgast. Já, þannig að ef stjórnvöldur ætla að býða þetta af sér, að þá er miskilja, sko, radarinn sem að þú ert sem að lappar samfélagið. Já. Að þú getur ekki sagt við að þetta sé almenningu sé alveg að fara að gleyma þessu og fara að tala um kynskipt klósett eða hvort að kirkjugarðar eigi að heita griðarstaðir eða eða hvort að til og með ofbeldi lögreglunum sé réttlætanlegt, sko, eða þú veist hvað sem það er, sko. Ok, herðu, gangið vel með þáttinn á eftir. Takk. Og takk fyrir að koma, við sjáumst eftir helgi. Já. En við höldum áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.